Þá það næst 7. dagskrárliður orkumál á Akureyri. Fyrir okkur liggur í raun umræða og bókun að ég byrjaði að lesa upp bókun sem svona, hvað segja, við höfum ekki náð að mynda okkur eina sameiginlega bókun. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur komið með breytingatillögu frá bókunni sem við vorum svona að sendast á með áðan. Ég ætla að fá að lesa þessa bókun upp og við tökum svo bara umræðu og fólk að sjálfsögðu kemur með mögulega breytingatillögur þessa bókun eða ekki. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norðausturlandi, auka afhendingaröryggi og styðja þannig við eðlilegan vöxt atvinnulífsins. Ljóst að nú þegar ástand þessara mála orðið mjög alvarlegt í Eyjafirði. Ef ekki verður að gert næstu árin skapast, hef grunum að ég sé að lesa upp ekki rétta bókun, ég beðst afsökunar á því. Það búið að vera alls sem margt í gangi nú undanförnum mínútum. Ég ætla að fá að því leiðrétti mig ef ég ekki að lesa upp síðustu bókunni sem fór á milli okkar áðan. Ég held bara áfram með þetta fyrirgefi. Ef ekki verður gert næsta ári skapast neyðarástand á svæðinu miðað við þá uppbyggingu sem nú á sér stað. Mikilvægt í þessu sambandi að vinna krafti að uppbyggingu á Hólasandslínu 3 sem og Blöndulínu 3 þrátt fyrir að sú lína hafi verið sett tímabundið í bið í nýrri kerfisáætlun Landsnets. Jafnframt leggur bæjarstjórn áherslu á að mikilvægi þess að sveitarfélögin á Norðurlandi hægi skipulagsvinnu þannig að hægt verði að vinna framþróun framkvæmda við þessar líflínulagnir. Akureyrarkaupstaður mun endurskoða aðalskipulag sitt við endurskoðun aðalskipulags sem nú í gangi kappkost að eiga gott samstarf við Landsnet leiðir fyrir raflínur gegnum bæjarlandið. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get að hluta til, ég get í raun að veru tekið undir þessa bókun. En ég myndi vilja bæta við hana og það vegna þess að ástæðan fyrir því að þessi bókun lögð fram, það bara best að ég taki að mér að reifa málið, að hér hefur auðvitað verið bara skortur á raforku hér í Eyjafirðinum og hefur verið til umræðu í bara nokkur ár allavegana. Og ástæðan sú að Landsnet hefur ekki getað klárað áætlanir sínar að byggja Blöndulínu, það sem kallaði Blöndulínu 3 sem liggur frá Blöndu í gegnum Skagafjörðinn og Hörgársveit og hingað til Akureyrar. Og það sem hefur staðið í veginum í raun og veru að hluta til jarðeigendur og bara einfaldlega sveitarstjórnir í þessum sveitum. Og við má segja innan gæsalappa fórnarlambið í þessu, allavega fyrst með svona stundum í þessari umræðu eins og kemur alltaf fram í þessari bókun þar sem ástandi orðið mjög alvarlegt og ekkert verður aðgert skapast neyðar ástand á svæðinu. Ég ekki viss að ég ætla bara að taka sem dæmi íbúar í Aleppo og myndu vera samþykkir þessari skilgreiningu en ég meina að það bara svona neyðar ástand það greinilega bara svona mismunandi mat hjá fólki hvað telst sem neyðar ástand. En það mikilvægt fyrir okkur að fá orku inn á svæðið en það hins vegar ekki í okkar höndum að leysa málið. En við sem bæjarstjórn getum beitt okkur eins og vorum að gera bara í málinu undan með því að senda frá okkur bókanir og tilmæli af ýmsum toga. En það sem vandamáli við þessa bókun að
Í þessu máli eru 2 aðilar sem deila, það er að segja 2 hlíðar máls. Það er Landsnet annars vegar sem hefur þá skyldu og sinnir henni vel að leggja raflagnir, leiða rafmagn á milli landshluta og til notenda frá framleiðendum með sem hagkvæmustum hætti. En á hinum endanum, hinum megin borðsins, fólk sem hefur kannski, má segja, aðrar áherslur. Og ég meina, og það bara svo misjafnt, alveg eins og það er misjafnt hvað við teljum vera neyðarástand, að þá líka misjafnt hvað við teljum vera hagkvæmt og hvernig við metum verðmæti. Og við verðum að átta okkur á því að það fleira í þessu heldur en bara peningar og einhver mótþrói. Og mér finnst í þessari umræðu við Akureyringar og jafnvel Eyfirðingar, því að það verið haldnir ótal fundir málið, svolítið hafa gengist inn á það sem fórnarlömbin í þessu neyðarástandi, verðandi neyðarástandi víst, að þrýsta á aðra hliðina að gefa eftir, svo við getum fengið það sem við þurfum. Og það finnst mér bara, eins og ég segi, Landsnet hefur bara skýrt skilgreint hlutverk sem bara að huga ákveðnum þáttum, á meðan að á hinni hliðinni eru aðrir þættir sem annað fólk og önnur aðrar stofnanir eins og sveitarfélög og ýmis félög standa fyrir. Þess vegna vil ég leggja til að við bætum við þessa bókun sem að forseti las hérna upp áðan og allir muna frá orði til orðs, efast ég ekkert að við tökum punktinn sem að stendur fyrir aftan í gegnum bæjarlandið og bætum við og hvetur stofnunina, þar á ég þetta við Landsnet, til að leggja sig fram við að ná sátt lagningu línana við þá aðili sem að málinu koma í öðrum sveitarfélögum með faglegum undirbúningi, málefnalegri samræðu og með því að taka mið af ólíkum hagsmunum, sjónarmiðum og verðmætamati. Það nefnilega svo mikilvægt og þetta þetta held ég að því að við erum nýkomin úr alþingiskosningum, við erum að tala ofsalega mikið pólitík og við erum ennþá sem ekki að tala pólitík og það verið að reyna að mynda ríkisstjórn og við erum ennþá að tala pólitík og stundum tölum við nýja pólitík og gamaldags pólitík, stundum tölum við hægri og stundum tölum við vinstri, alls konar skilgreiningar. Og ég vil meina að nýja pólitíkin, ef það einhver ein tík með ákveðnu greini, gangi út af það að reyna að tala sig niður á eitthvað sameiginlega niðurstöðu, að taka mið af þörfum beggja aðila og kröfum og skilja að það ekki allir sem að meta hlutina á sama hátt. Og þetta held ég og bara eiginlega veit að Landsnet hefur ekki verið mjög gott í. Landsnet hefur, það verið hópur fólk sem að í mörg ár hefur barist fyrir því og hefur haft erindi sem erfiði, barist fyrir því að jarðstrengir séu metnir og raunverulegu kostnaður við þá vegna þess að Landsnet hefur verið margoft verið uppvíst að því að gefa upp rangar kostnaðartölu varðandi jarðstrengi og þess vegna líka þessi hópur hefur bara virkilega fólks lagt mikið á sig við að afla gagna sem sýna fram á að Landsnet segir ekki alltaf satt, hefur ekki alltaf sagt satt. En ég held líka að Landsnet hafi breyst, ég held að Landsnet hafi áttað sig á þessu, það eru dómsmál sem hafa fallið sem að líka styðja þetta, rétt almennings og svona gefa þeirri hlið meira vægi. Þannig ég held og ég eiginlega sannfærð og hef svona fundist það á til dæmis nýlegum kynningafundi sem við fengum með Landsnet að sú stofnun sé aðeins að átta sig á breyttum tíðaranda. Það sem að bara almenningur hefur meira vægi og frjáls félagasamtök gagnvart stofnunum í krafti þekkingar og svona staðrendamiðlunar. Þannig ég held að við ættum ekki að láta plata okkur í að þrýsta á annan aðilann að
eins og hljómar í þessari bókun svona að vera til friðis, heldur að þrýsta báða aðila að vinna málefnilega og vel og ná sáttum í málinu. Losa okkur út úr þessum hnútum sem að hafa verið og þessum átökum og kannski sko í sambandi við þessa jarðstrengsumræðu þá er hún til dæmis afskaplega leiðileg sem ég held einmitt að og ómálefnileg á báða bóa sem ég held að komið til af því hversu mikið rugl hefur verið í gangi, hversu mikið fólk hefur þurft að hafa fyrir því að reka staðreyndir sem reynist ekki vera staðreyndir ofan í Landsnet og það skapast bara svona úlfúð og allt í einu sko liggur við að krafan sé orðin bara jarðstrengir allt. Þegar sko umræðan hvenar henta jarðstrengir eins og frá umhverfislegu tilliti, hvenær henta jarðstrengir betur en loftlínur og hvenær ekki. Þessi umræða einhvern veginn bara, það er bara ekki pláss fyrir hana því að það er svo mikil átök og við verðum að komast bara niður í bara málefnilegri umræðu og þess vegna vil ég að við leggjum okkar mörkum sem bæjarstjórn Akureyrar til þess að hvetja til þess að báðir aðilar síni þroska í umræðinni og leggja sitt að mörkum til þess að leysa þessi mál. Það því að annars held ég að við jafnvel höldum bara áfram að spóla eins og við höfum gert svo lengi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Stefánsdóttir í loki máli sínu, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur næst til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held í raun að við séum öll sammála. Við stöndum náttúrulega frammi fyrir graf alvarlegum hlut þegar horfum til þess óöryggis sem raun komið upp nú þegar varðandi raforkuflutning inn á svæðið. Við treystum hér á mjög gamlar línur sem hafa í raun ekki næga flutningsgetu til þess að anna eftirspurn á svæðinu þegar að verst lætur, þar að segja þegar að þörfin er mest og við stöndum jafnvel frammi fyrir því eins og staðan er líka að þetta fer að há í raun að veru möguleikum til uppbyggingar bara hreinlega íbúðarhúsnæðis og annarra þátta. Þetta er ekkit Það er nefnilega ekkert svo fjarlægur veruleiki að það geti gerst. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að við komumst upp úr þeim hjólförum sem bæjarfulltrúi Sóley var að lýsa nokkru hér áðan og náum að vinna í sátt, ekki bara Landsnet og Akureyrarbær, heldur Landsnet, Akureyrarbær og önnur þau sveitarfélög sem hér í kring og til stendur að leggja þessar línur það hvernig við ætlum að gera þetta. Það liggur fyrir að nú á að leggja áhersluna á að koma Hólasandslínu 3, semst frá Hólasandi, þar að segja sem tengist Kröflu, hingað inn á Eyjafjarðarsvæðið. Og það liggur fyrir að menn ætla að stefna því, svona í fyrstu atrennu, en þetta tekur nefnilega nokkur ár. Það er eftir heilmikil vinna. Sveitarfélögin sjálf, bæði Akureyri og Akureyrarkaupstaður og Eyjafjarðarsveit, eiga í raun eftir að ganga frá þessum málum í sínu skipulagi. Það ættir að kalla á viðbrögð, alveg pottþétt almennings að einhverju leyti. Bæjarfulltrúi Sóley kom hér inn á áðan varðandi lagningu jarðstrengja. Það eru margir sem halda að jarðstrengir verði lagðir með svipuðu sniði og rarik að gera í dag. Það er að segja bara plægðir hún í jörð. Það er bara af og frá. Þegar þú komin í 220 volt streng, þá í fyrsta lagi ekki hægt að leggja hann nema teknilega, nema að ákveðinni lengd miðað við fjarlægð frá virkjun. Og það er eitt af því sem við þurfum að fara að sjá að bara staðreynd. Því verður ekkert breytt. Ef þú leggur slíkan streng þá þarftu að grafa stóran skurð. Þú þarft að leggja í þennan skurð sérstakt efni sem leiðir hitann vel frá strengnum úr jörðinni.
annars bráðnar hann bara. Það komið í ljós og kom fram hér á fundi daginn að slíkt efni kannski að finna á 1 til 2 stöðum á landinu og það þarf að vinna það. Og það ekki einu sinni mjög gott efni. Þannig að það ekkert ólíklegt að það þurfa að flytja þetta efni inn. Þannig að það eru ýmsir þættir sem að hafa þarna áhrif. En við eigum náttúrulega að leggja áherslu á það að þar verði lagðir jarðstrengir þar sem að mögulegt að gera það. Og taka síðan á skarið hitt hvernig við ætlum að klára þetta mál. Og þetta mál snýr okkur sjálfum, þetta snýr að Landsneti, þetta snýr að sveitarfélögunum hérna í kring og á þessari leið sem við erum að tala um. Og við erum átt okkur á því og við erum ekki búin að byggja upp þetta öryggi fyrr en við fáum Blöndulínu 3. Fyrir svo utan það að það nú komið fram á fundum líka. Það eru 10 megawatt sem að liggja ónýtt í Blöndu vegna þess að það geta að koma því frá virkjunni. Eins fáránlegt að það nú. En auðvitað á að vinna þetta í fullu samráði við þá sem að það á við. Og ég veit ekki betur en að það sé gert í umhverfismatinu eins og það hefur verið kynnt fyrir okkur. Í umhverfismatinu verið að vinna með fagleg sjónarmið að leiðarljósi. Það verið að vinna með málefnalega umræðu og samræðu og horfa til ólíkra hagsmuna sjónarmiða og verðmæta mats. Þannig að það svona, maður velti fyrir sér varðandi tillögu bæjarfulltrúa Sóleyjar sem ég ætla ekki að viðbóta tillöguna, hvort að þetta sé í raun ekki allt það sem erfitt að vinna og skylda að gera nú í umhverfismatinu og hvort það sé þörf á að bæta þessi sjálfu sér við vegna þess að það ekki hægt að framkvæma þetta öðruvísi en að gera þetta með nákvæmlega þessum hætti sem hér verið að leggja til. En ég ætla hins vegar ekki að gera mál úr því ef að við viljum hafa þetta inni og erum bara sátt við það, þá gerir það í sjálfu sér ekkert annað en bara að skerpa á því að þetta verði að gera þetta með þessum hætti. En það svona bara spurning hvort það sé nauðsynlegt eður ei. Ég legg til að við reynum að gera þetta þannig að við náum sátt, við getum verið samstíga í þessu, þess að þetta bara algjört lífsspursmál fyrir þetta samfélag og vöxt þess. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, við erum búin að ræða þessi orkumál oft og mikið og alltaf ágreiningur hvort það að leggja jarðstreng eða hvort þetta að vera bara lína í ofan jörðu. Og ég finnst að ég fyrir verulegum vonbrigðum að menn ætla sér að hvíla Blöndulínu 3 og menn séu svona farnir í Hólasandslínu frekar að því að náðust ekki sátt og menn komast ekki af stað með það því að þessi engin sérfræðir í orkumálum þá finnst mér líka svona nokkuð beint við að við þurfum sannarlega á Blöndulínu 3 að halda því að þegar orkan þrýtur hér á Akureyri þá það vegna þess að það mikill orkunotkun fyrir austan. Þá hjálpar ekkert góð lína að austan. Þegar allt raman að fara austur. Þannig að okkur vantar þessa línu. Sannarlega. Nú áðans að fara eitthvað tæknilega atriði eða þykist fyrir eitthvað sérfræðingur orkumálum. Það geta komið eitthvað sérfræðingur og sagt mér eitthvað annað. En þetta það sem ég les úr kortunum. Að því sögðu þá hef ég nú oft velti fyrir mér og hvort að menn eftir ekki fara að huga og ég er að fara að koma með þá skoðun að þegar að kemur af öryggisþáttum eins og orkumálum, jafnvel samgöngumálum, hvort að sveitarfélag ætti yfir huga að hafa umboð til þess að skera úr þetta. Danir tóku ákvörðun það miðlægt á þingi hvernig raforkumálum og hvernig flutningur skildi hagað. Norðmenn gerðu það líka.
þeir vissi viðtalið hvað vandamál fylgir því að láta alla að hina ráða því. Þeir bara hafðu kjark til að segja þetta. Norðmenn sögðu alla línur skulu lagðar ofanjarðar, Danir sögðu þeir skulu vera neðanjarðar og eftir því vinna þeir. Við erum alltaf að lenda á hindrun. Og ef línan væri lögð eins og allir vildi hafa þá væri hún upp, niður, upp, niður, upp, niður. Ég hef fyrir bara að vera komin á skoðun að þetta ætti bara að vera miðlæg ákvörðun, hvernig þetta skal gert. Við erum komin fullt af stofnunum sem vinna að hagsmuni heildarinnar en ekki að sérhagsmunum, eins og þess bara landvernd, þeir hugsa heildarhagsmuni. Og ég ekki að segja það að leggja það bara á þess að tala við hinna. Það er að gera það með, að sjálfsögðu hvernig leysum við það, en það er klárt hvar valdi liggur. Í dag liggur það hjá sveitarfélögunum, þessu bara nei. Við vitum það þegar við erum að leggja hringveginn, sem er gríðarlegt öryggismál, þessu bara nei. Þannig að, mér finnst bókunin er góð, sem Matthías las upp, og sem ekki alveg búin að taka tillit til bókunar hjá bæjarfulltrúa Sóli. En þegar ég kom á þessa skoðun þá stangaði hann svolítið á við mína skoðun í málinu. Þó sjálfsögðu eigi að vera sátt málin. Það er hægt að gera það á margan hátt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sinni. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Sigríði Huld Jónsdóttir varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum vissulega búin að ræða þetta hérna áður og þetta hefur rætt víða og við förum reglulega yfir þessu orkumál. Og ég get tekið undir það sem hefur komið þetta fram. Ég er alls ekki ósammála bæjarfulltrúa Sólu Björk með þessa viðbót. En ég er samt svolítið sammála líka Preben Jón Pétursinni vegna þess að ég velti fyrir mér, hvort að við þurfum ekki svolítið að horfa til heildarhagsmunina. Hvenær er sátt orðin sátt? Er það þegar hver einasti aðili er orðin sáttur sem kemur á málinu? Er það þá hver einasti einstaklingur? Er það hver einasti bóndi eða hver einasti aðili sem á lögbýli eða á landskika? Er það, ég bara velti fyrir mér hvenær erum við orðin sátt, er það, það er svona, finnst mér stóra máli vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli og við getum kært tilbaka og kært drög að ályktunum drög að hinu og þetta eru skýrslur ofan í skýrslur og svo er þetta komið að því að við getum ekki einu svona kveikt ljósin einn daginn. En þá er maður örugglega túlkaður sem að maður sé bara einhver hrotti eða einhver svona, er alveg skítsamum allt annað aðra en sjálfa sig hugsanlega, ég veit það ekki. En mér finnst þetta bara, mér finnst skipta máli það sé sátt. Mér finnst skipta máli að þetta sé gert í eins mikilli sátt við alla sem koma að málinu. En ég velti samt fyrir mér, hvenær þurfum við að taka ákvörðun? Að því að við höfum til dæmis á ákveðnum kafla og ég vænti þess að bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson eða einhver aðri sem þekkja betur málið að til dæmis má raforkustrengur sem við erum að ræða ekki vera lengri en 13 km á ákveðnum kafla. Og það við erum að tala fleiri, væntanlega fleiri 100 km kafla Það má bara vera 13 km jörð á þessum kafla. Þannig að það verður rosalega erfitt ef við ætlum að setja þetta allstaðar í jörð. En með nýju lögum á þetta vera auðveldara, við erum en auðvitað vil ég ekki gera lítið úr áhyggjum sveitarfélagi hér í kring annars staðar, en ég held að sé eins og Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúi kom inn á,
það skiptir máli þessi hringtenging og við klárum þetta. Það er ónýtt raforka, eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og Gíslason, upp á 10 megavött bara í Blöndu og hefur búin að vera þar í 15 ár. Það mér þess að mér skilst hægt að ná í önnur 10 viðbót. En það orðið þannig raforkukerfi okkar í dag, það þolir ekkert enga spæka, það þolir ekki neina sveiflur. Og við fórum á fund á Kefum daginn, þar sem var fulltrúi frá Orkustofnun fyrirgefið og þar var okkur sýnt fram á hvað þetta væri rosalega viðkvæmt allt saman. Kannski þetta bara svona propagandar, afsækja orðbragði, forseti, og þú veist, kannski þetta, en ég held að máli sé svona alvarlegt og maður heyri það á fagfólki sem að tala um þetta sé graf alvarleg staða og þetta tekur mörg ár þangað til við fáum rafmagninu á svæðið og það þýðir það að það er rekstur hér sem getur bara ekki vaxið, rekstur sem getur ekki komið hingað. Ég ekki talsmaður þess að við förum að stuðla einhverju gríðalegri orkufrekum iðnaði að fá hann hvað sem það að rífa í sundur einhver skip eða einhver álver eða eitthvað í fjörðin, sko, alls ekki. En staðan bara svo að okkur vantar orku. Við viljum að sjálfsögðu gera þetta í sem mestu sátt, en bara hvenær það þannig að ríkisvaldi þarf bara að grípa inn í. Þetta það sem ég velti fyrir mér og það má vel vera að það sé ekki fallegar hugsanir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mjög þörf umræða hér í dag. Það sem ég velti fyrir mér, að því ég geri mér ekki alveg grein fyrir hver staðan á sveitarfélögunum. Þegar maður að heyra núna raddir að þessir aðilar sé að vera jákvæðari, þetta að komast í gegn hér. Það væri mjög gott fyrir mig sem bæjarfulltrúa ef það væri bara hægt að gefa út kort hvar agnúar ennþá til staðar. Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því og nú var ég að fundi hjá stjórn Norðurorku og mér fannst ekki heldur þar vera vitneskja það bara hvar agnúarnir eftir. Þannig að þetta kannski bara að komast í gegn hjá sveitarfélögunum, að verða nokkur sátt þetta. Það sem maður kannski maður hefur áhyggjur af að í kerfisáætluninni Hólasandslína svo seint. Það sem ég vilja leggja áherslu á að flýta henni, ég ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Preben að hún muni ekki verða okkur til mikil skaks, að það muni hugsanlega allt fara austur. Þannig að ég held að þessi kerfisáætlun sem við þurfum að horfa á, hvort það sé hægt að flýta því. Ég veit að núna Eyþing ætlar að vera í samstarfi og samvinnu við sveitarfélögin hér á svæðinu til þess að ræða þessi mál og koma því allavega að staða það muni ekki standa á sveitarfélögum í þessari vinnu og reyna að vinna þetta sátt eins og bæjarfulltrúi Sóley kemur inn á og ég held að það var í bókunum síðasta fundi Eyþings að vera líka í samskiptum með landshlutasamtökin fyrir vestan okkur til þess að við sveitarfélögum vinnum að þessu saman og séum að horfa á þetta sem heild fyrir svæði, sem ekki endilega vinna þetta bara hvert fyrir sig. En eins og ég segi, ég ger mér ekki alveg grein fyrir hvar agnúarnir nú til staðar, þar sem að maður hefur heyrt af fleiri og fleiri sveitarfélögum að lausn sé í sjónmáli. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er eins og komið hérna fram hjá mönnum að þessi umræða hefur staðið ansi lengi og alveg frá því ég byrjaði að taka þátt í bæjarstjórn þá hefur þetta verið til umræðu, þessi orkumál og framan af var mikið rætt Blöndulínu 3 sem skal ég segja menn lögðu mikla áherslu á að koma áfram. Hins vegar þá hefur það gengið erfiðlega og Landsnet ákvað á sínum tíma að snúa sér frekar á Hólasvatnslínu 3 sem að menn eru þá að vinna þessa dagana. Það er rétt sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á að Eyþing hefur ályktað það eða talað það að auka samstarf milli sveitarfélaga og þá líka verið að vinna með sveitarfélög hér í norðvestri. Það er að segja þannig að við menn stilli saman strengi sínu og sjáu kannski líka þá getum við kortlagt að hvað í rauninni vandinn liggur. Landsnet náttúrulega að vinna með og kynna þessar áætlanir fyrir öllum sveitarfélögum og það hefur náttúrulega verið kannski þannig í umræðunni að margir hafa rætt það að skipulag sveitarfélaga séu ekki tilbúin í þessi mál. Við höfum lagt áherslu á það og það kemur fram í okkar bókun að það sé verið að taka tillit til þess hér í aðalskipulagi sem að endurskoðun aðalskipulagi, þannig að ég held að við séum að bregðast við og við höfum svo sem átt ágæta fundi alveg frá því frá síðasta kjörtímabili og mikið á þessu kjörtímabili þar sem við höfum fundað með Landsnet þessi mál og það hefur svo sem verið ágætis samstarf þar á milli, bæði milli einstaka bæjarfulltrúa og Landsnet og síðan skipulags nefndar hérna hjá okkur, þannig að menn hafa í rauninni verið að vinna þetta í nokkuð svona góðu samvinnu, það er menn átt að sjá því hvernig staðan í þessu, en það er hins vegar áhyggjefni ef að þetta hversu lengi svona fyrir tekur. Ég minni samtali á kynningu sem við fengið og ég menna að maður leiðir þetta mig en mér fannst þess að þetta gæti gerst á frekar hratt með Hólasvatnslínuna, það væri þá kannski árslok 2019 ef allt gengi að óskum. Samkvæmt var það ekki á fundunni hérna sem vorum daginn? Það var 1921, já, það var 21 sem en þetta það langur tími, en hins vegar skal ég segja að finnst mér bara í rauninni að þetta hafi verið, þetta alltaf langur tími og það ákveðið ferli sem þarf að fara í gegnum, en þetta við verðum samt að fara að reyna að slá í klárin og við erum að reyna að gera það með þessu bókun okkar, við verðum í rauninni að sveitarfélög verða að fara að stilla sig saman í því hvernig við viljum gera þessu hluti vegna þess að þetta að verða stór alvarlegt mál. Það ekki bara fyrir okkur Eyfirðinga, heldur bara öryggi á flutningum raforkukerfum allt land og það að við skulum vera hérna með ónógan flutningsgetu á milli svona stóra staða, það bara óásættanlegt. Þannig að það eitthvað sem við verðum bara að fara að finna lausnir á. Menn hafa líka í þessari umræðu farið í mjög miklar, þetta hefur verið stað í miklu skotgröfum, það hefur verið mikið rifist jarðstrengi og línur og menn hafa talað mikilvægi þess hversu línurnar eru jarðstrengin eru miklu dýraldur en línurnar, það var einu sinni umræðan. Núna eru menn komnir á það að það sé ekki hægt að hafa jafn mikið af jarðstrengjum, ekki eins langa vegalengdir eins og menn kannski reiknuðu með, þannig að það ýmislegt sem að þarna hefur verið að breytast á síðustu árum, það líka hefur að mínum að til verið að breytast, menn átt að sjá því að þetta orðið grafalvarlegt mál, þannig að menn eru kannski líka farin átt að sig gera sig grein fyrir því að við verðum að finna einhverja lausnir á þessu. Bæjarfulltrúi Sóley kom hérna inn á með samræðuna og sáttina. Ég held nú að það sem hún að bóka þarna kannski eitthvað sem að í verklagi við umhverfismat. Menn eiga að fara eftir því sem hún að segja þarna í bókunni. Þannig ég velti því fyrir mig hvort að ástæði til að hnykkja á þessu. Ég svo sem ekki alveg búin að átta mig á því hvað best að gera í þessu, en ég held samt sem áður þó að við settum þetta inn í bókunni þá myndum við ekki breyta neinu. Ég held að það sé mikilvægi bókunin er ljóst. Við þurfum að ýta eftir þessu og við viljum með þessari bókun hvetja sem flest hvetja alla hluthafafundi aðila til þess að koma þessum málum áfram. Þannig að ég tel mikilvægt að við komumst í það sameiginlegu niðurstöðu og bókun saman þessu mikilvæga máli. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar,
Langar bara aðeins að bregðast þarna við bæjarfulltrúa Evu. Ég ekki að segja það að Hólasandslína ger ekki gagn. Og klárlega mun gera gagn. Og við þurfum að fá hana. Bæði til að loka netun hana. En það sem hefur gerst hérna á Akureyri, hvað var þau fyrirtæki sem hafa verið á skerðanlegri orku, og orðið segir alveg sjálfum sér þegar hún skerðanleg, það má skerðana, að þegar þeir hafa lent í því að fá skerðanleg orku, það þegar starfstöðvar eins og bræðslurnar fyrir austan fara í gang, þá er þessi fyrirtæki skert. Þau hafa getað brugðist við með samvinnu og náða að framleiða sína orku með hjálp af olíu sem mjög vont mál. Ég veit það í umræðinni við Norðurorku og fleiri, þá hafa þessi fyrirtæki ekki geta fengið trygga orku, því það ekki næg orka á svæðinu til þess að tryggja þeim rafmagnið. Það hefur ekki verið svo möguleik fyrir hendi. Samkvæmt á þeim fundum sem ég var allan á hjá með þessu fyrirtæki. Svörin líka í gegnum tíðina hafa verið mjög loðin, hver sé ástæðan. Fyrst var það orkuskortur, þá keypti veit ég fyrirtæki MS fór að keypti orkuna af HS-orku, þá var það flutningsgetan næst, þannig að þetta líka rampólitískt mál að vera að þvinga hugsanlega leiðinni í gegn. Og þá þarf bara pólitíkin að taka ákvörðun það hvernig hún skulle vera flutt, en ekki með því að beita sér á þennan hátt sem ég upplýði sem bara mjög, með slæma leið. Það er betur að koma bara hreint fram og segja að við ætlum að leggja línuna, leggja hana svona. Heldur en að þvinga fram einhver ákvarðanir með því að kirkja fyrirtæki. Ég veit ekki hvað má ég nota það orð. Blöndulína þarf að koma til Akureyri, þó að Hólasandslína komi. Ég ekki viss að við höfum þá orku til þess að vera með einhverja framtíðar uppbyggingu. Ég ekki viss að það dugi til að Bekurarmál geti hugsanlega stækkað. Þó ég ekki endilega viss ég vil endilega Bekurarmál stækki, en orkan fari í það. En hvort orkan sé næg hægt fyrir austan, það veit ég ekki. En við þurfum á þessa línu til að loka og þetta er orku öryggi fyrir almenning, hún tryggir okkur rafmagnina. Þannig ég er klárlega með henni, en ég harma það að blöndulínan skulle ekki vera keyrð í gegn. Takk. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg gaman að þessar umræða mörgu leyti, en málið er það að það eru mörg tæknileg mál sem snúa þessu, sem að við hefum kannski erfitt með að setja okkur inn í, og mér fannst eins og núna í haust, þegar ég satt sem fulltrúi Akureyrarbæjar á fundi sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hefur reyndar staðið fyrir undanfarin ár með fulltrúum allra sveitarfélagana á Blöndulínu leiðinni, þar sem menn hafi ræða það hvernig verið hægt að vinna sameiginlega að því að breyta hlutum. Það kom dálítið í ljós að menn hafa kannski verið að fara pínu villu vegar hvað varðar lagningu jarðstrengja. Kom mjög skýrt fram á þessum fundu og hefur síðan verið að koma fram á fundum eftir þetta að möguleikarnir til lagningu jarðstrengja eru takmarkaðir og bara tæknilega, og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Það er líka komið fram að það er ástæða fyrir því að Hólasandslína 3 er tekin fram yfir Blöndulínu 3. Og ástæðarnar fyrir því eru fyrst og fremst þær að menn eru komnir lengra í skipulagsvinnunni, í vinnunni með undirbúningin á þeirri leið heldur en á Blöndulínu 3, og það er bara talið svo mikil þörf á því að reyna að koma auknu möguleikum til raforkuflutninga hérna á svæði að það sé talið bara nauðsynlegt að fara þá í þá línu á undan Blöndulínu 3. En Blöndulína 3 er algjörlega nauðsynleg líka, og það er ekkert verið að hætta við að vinna, það mun taka lengri tíma. Og því að bæjarfulltrúi Eva kom hér inn á það áðan að var að veltaði fyrir sig hvar sveitarfélögin væri stödd í þessu, þá kom fram á þessu fundi sem ég satt þarna í haust. Sveitarfélögin eru jú misjafnlega stödd. Í sumum þeirra er
ferli komið af stað í aðeins skipulagsvinnu, jafnvel komið mjög langt í einstaka sveitarfélögum, í öðrum aðeins styttra, hérna á þessari leið Blöndulínu 3. Það hefur verið að vinna í þessu allstaðar. En bæði Hörgársveit, Akureyrar, Kaupstað og Eyjafjarðarsveit, ef við tökum bara þessi 3 sveitarfélög, þá sko gerist það þegar að menn verða ósammála hvaða leiðir á að fara, jarðstrengi, loftlínur og þarfandi götum, að menn setja sínst ekki inn á aðalskipulagið línuleiðir, og þegar svæðisskipulagið samþykkt fyrir svæðið, sem að líka eina grunnforsendu þess að það sé hægt að vinna þetta áfram, þá vantar línuleiðirnar inn á svæðisskipulagið. Þeir ekki markaðar, sem þýðir það. Það þarf að taka svæðisskipulag upp, taka upp skipulag þessara sveitarfélaga og fara að setja þessar línuleiðir aftur inn. Og ef að línuleiðirnar eru markaðar annar staðar en þær sem eru nú þegar fyrir, þá eru ferlið allt miklu flóknara og erfiðara. Vegna þess að það þarf að ganga lengra í umhverfismati. Það líka verið bent á það að Blöndulína 3 búin að fara í gegnum umhverfismat. En það að verða býsna gamalt og ef menn draga þetta mikið lengur, þá verður bara ferli ennþá lengra því það þarf að byrja allt upp og nýtt. Og það gerir vinnuna alla miklu seinlegri og mun taka miklu lengri tíma. Þannig að þetta margslungið mál, en það bara lykilatriði. Byrjum heima hjá okkur, ræktum garðinn okkar, reynum svo að vinna með öðrum í því að ná sæmilegri sáttumáli og koma þessi gegn. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason við lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólbjörg Stefánsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið mjög upplýsandi og ég ætla aðeins að útskýra betur eftir svona í hvað ég að vísa þegar hún tala að hún sé upplýsandi, en ég vildi koma hérna upp sko, svo ég geti kannski, þú veist, áður en allir væri búin að taka til máls tvisvar og ég færi síðan að stuða fólk hérna og það geti ekki komið upp aftur, en ég vildi bara koma að klára þetta af. Sko, það sem ég vil bara byrja á því að benda á að umræðan hérna sýnir mjög vel á hvaða stað við erum í umræðinni. Hér stóð bæjarfulltrúi og sagði að í Danmörku væru allar þessar lagnir lagðar í jörð. Hér stóð síðan annar bæjarfulltrúi og sagði að hér væri aðeins hægt að leggja 12 kilometra. Danmörk augljóslega ekki 12 kilometrar, annarkvort þessara hefur rangt fyrir sér. Einhver segir að það sé of mikið af orku fyrir austan okkur og Kröflusvæðinu og þeir losna ekki við hana. Annar segir að það sé ekki nóg. Þetta nefnilega umræðan í hnotskurn. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði að hér þyrfti hugsanlega að flytja inn efni til þess að fylla upp í þessa skurði, þar segja sem að umlíkja jarðstrengina vegna þess að þetta efni þurfa að vera mjög hitaleiðandi. Það alveg rétt, þetta efni þarf að vera mjög hitaleiðandi, en það hins vegar mjög ólíklegt og þetta veit Gunnar vegna þess að en bara man það ekki, af því að ég spurði þess á þessum sama fundi hvort að það hefði einhvern tíðan verið fluttin efni sérstaklega og þá kom fram að það væri nú víða efni en stundum þyrft á landinu, stundum þyrft að flytja langar leiðir og eins og bæjarfulltrúi Gunnar bent á, það er stundum að vinna það. Hins vegar hefði einhvern tíðan verið flutt inn efni í allt öðrum tilgangi sem síðan hefði verið notað til þess að fylla upp í jarðstrengjalögn og hefði bara reynst ágætlega. En það var nú ekki líklegt að það yrði efnisskortur hér á landinu. Þetta drama sem ég finnst svolítið vera bara í þessari umræðu einmitt neyðarástandið sem að fara að skapast hérna. Menn það augljóslega vandamál hérna og það augljóslega að fara að stækka. Ég ætla aðeins að, en ég meina auðvitað tala bara hver fyrir sig og skilgreinin sé að neyðarástand hver fyrir sig. Það að það sé bara ákveðið að leggja eins og í Danmörku allar línur í jörð eða eins og í Noregi allar línur í lofti.
það kannski, ég man eftir í kosningabaráttunum fyrir 2 árum, þá var svona helsta slagur Bjartrar framtíðar var ekkert vesen. Og þetta algjörlega, og þess vegna finnst mér bara mjög eðlilegt að bæjarfulltrúi Preben komi bara fram með þetta, af því að þetta algjörlega ekkert vesen. En ég myndi hins vegar frekar vilja leggja bara aðeins hugsun í hlutina og leggja jarðstrengi þar sem það á við og leggja loftlínur þar sem það á betur við. Af því að þetta nefnilega ekki alveg svona einfalt. Það að segja, ef við viljum reyna að hámarka, og nú kem ég inn á það sem bæjarfulltrúi Matthías var að tala hvenær sátt orðin sátt, og ég segi ef það á að reyna að hámarka sáttina, þá einmitt förum við bara í smá vesen og tölum saman og gerum hlutina ekki með einhverju einni ríkisleið, heldur bara eins og best hægt að ná sáttum. Og það held ég bara ekki, eða mjög illa hægt að skilgreina orðið sátt, en svona eins og sumir finnst mér verast tala, þá það bara rosa góð sátt ef það það sem ég sátt við. En sátt þegar að báðir aðilar eru einhverju leyti sáttir, ekki þegar annar skilur að hann þarf að fórna sínum hagsmunum fyrir hinn. Þannig að það sem ég bara segja að og ég tek svo hjartalega undir þetta sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að tala auðvitað þurfum við bara að klára okkar eigið skipulag áður en við förum að benda á önnur sveitarfélög. Og ég tek líka hjartalega undir með bæjarfulltrúi Eva sem óskar bara eftir upplýsingum málið, því eins og ég var að benda á þá þetta ekki upplýst umræði, við erum ekki sérfræðingar í þessu máli og þess vegna líka finnst mér ekki að við eigum að fara að taka einhverja afstöðu í svona þessu sem að virðist, sem við vitum ekki einu sinni hvort deilumál eða vandamál, jú við vitum að það eru deilumál fyrir vestan okkur og þess vegna finnst mér bara ekkert að, þess vegna vil ég segja, ok, hvetjum báða aðila til þess að leggja sig fram að ná sáttum, ég til í það, algjörlega til í það, en ég bara benda á að mér finnst við ekki að hafa alla forsendur til þess að taka svona það sem að upphaflega tillagan á bókuninni virðist vera afstaða svona með öðrum aðilan. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, umræðan hér í bæjarstjórnarsalnum endurspeglar kannski svolítið umræðan út í þjóðfélaginu eða í samfélaginu okkar sem á köflum getur verið býsna ruglingsleg og það ekkert skrítið vegna þess að þetta mjög tæknileg mál sem við erum að ræða núna. Fyrst kannski aðeins varðandi þessa tillögu að bókun bæjarfulltrúa Sóleyjar, ég sé ekkert henni til fyrirstöðu og það bara ágætt, ég alveg til í að samþykkja hana, það á alltaf að leita eftir breiðri og góðri sátt þessa hluti. Varðandi skipulagsmálin, bæjarfulltrúi Eva kallaði svolítið eftir því að þá voru þau þannig í grófum dráttum að það búið að ganga frá öllu skipulagi að Vaðlaheiði. Þingeyjarsýslurnar eru klárar. Hvað varðar Hólasandslínu, það sem sagt Akureyri, Eyjafjarðarsveit sem eiga það eftir að ganga frá sinni línulögn. Það eru held ég 2 sveitarfélög eftir varðandi Blöndulínu sem eiga eftir að klára í Skagafirði og síðan eru það sveitarfélögin hér við Eyjafjörð sem eiga eftir að klára sitt. Það var mikil skaði að þetta skildi hafa dottið út úr svæðisskipulagi á sínum tíma. Atvinnuþróunarfélagi hefur staðið fyrir fundaröð undanfarin ár til þess að reka á eftir þessu. Það hefur borið heilmikinn árangur og var mjög upplýsandi fundur hér á Strikjum daginn sem að mörg ykkar sátu og það sem að kom í ljós kannski hvar helstu hindranirnar væru. En ég held við ættum að einhenda okkur í og bretta upp ermar og klára þessa skipulagsvinnu og þá gengur þetta hratt og vel fyrir svo og gera það umfram allt í góðri sátt. Síðan varðandi tæknimálin og þar þetta bara svolítið flóknara. Rafmagn ekki bara rafmagn, og gæði rafmagns líka mjög mismunandi. Eins og kerfið núna uppbyggt og á þessari línu, þetta skiptir svolítið máli hvar notkunarstaðurinn í mikilli fjarlægð frá framleiðslunni. Og hvernig kerfið, það má segja að eiginlega eina kerfi á Íslandi, raforkukerfi á suðvesturhorninu sem eitthvað gæti verið nálægt því að vera svipað eins og í Danmörku. Þannig að þar gæti til dæmis á suðvesturhorninu gæti verið miklu meiri möguleikar á lagningu jarðstrengja heldur en hér á þessu svæði. Ef við
skoðum bara það sem núna hér, sem sagt framleiðslu í Kröflu og framleiðslu í Blöndu, að þá eru möguleikarnir á þessari leið 13 km eins og margótt komið fram. Hins vegar ef við myndum tengja Kröflu við Þeistareykji, þá eykst þessi vegalengd. Ef við myndum tengja líka við Fljótsdal, þá eykst hún enn meira. Ef við myndum setja upp framleiðslu á vatnasviði Skjálfandafljóts, sem að reyndar, og það annað mál sem að mjög alvarlegt við rammaáætlun, að það að setja alla virkjunarkosti sem eru nálægt hér Akureyri, sem heilmikil notkunarstaður, að setja það í verndarflokk, algjörlega að ástæðulausu, að mínum mati, að ef við síðan settum kannski upp framleiðslustað sem nær Akureyri, að þá eykst ennþá meiri möguleikar á jarðstrengjum. Og þetta kemur svolítið til og það hvernig gæðin á raforkunni þar sem hún notuð. Eftir því sem að kerfið þéttara, eftir því eru bæði gæði raforkunnar betri og möguleikar á fjölbreyttari tæknilausnum betri. Þetta svona örlítill og stuttur fyrirlestur það að ég held að það enginn að segja satt eða ósatt. Þetta fer allt eftir því við hvaða forsendur, við hvaða forsendur við erum að ræða þegar við erum að ræða mismunandi leiðir og annandi flutningar á raforku. Takk fyrir. Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þá ætla ég að lesa upp framkomna bókun með breytingum frá bæjarfulltrúa Sóleyju Björk Stefánsdóttur. Ég lesa hana bara upp í heild sinni, svo við getum greitt atkvæði það. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að tryggja stöðugleika í raforkukerfisins á Norðausturlandi, auka afhendingaröryggi og styðja þannig eðlilegan vöxt atvinnulífs. Ljóst að nú þegar ástand þessara mála orðið mjög alvarlegt í Eyjafirði og ef ekkert verður að gert næstu árin skapast neyðarástand á svæðinu með þá uppbyggingu sem nú á sér stað. Mikilvægt í þessu sambandið að vinna krafti að uppbyggingu á Hólasandslínu 3 sem og Blöndulínu 3. Þrátt fyrir að sú lína hafi verið sett tímabundi í bið í nýrri kerfisáætlun Landsnets. Jafnframt leggur bæjarstjórn áherslu á mikilvægi þess að sveitarfélög á Norðurlandi hagi skipulagsvinnu sinni þannig að hægt verði að vinna að framþróun framkvæmda við þessar línulagnir. Akureyrarkaupstaður mun við endurskoðun aðalskipulags sem nú gangi kappkosta að eiga gott samstarf við Landsnet leiðir fyrir raflínu gegnum bæjarlandið og hvetur stofnanir til þess að leggja sig fram við að ná sáttum lagningu lína við þá aðila sem að málinu koma í öðru sveitarfélögum með faglegum undirbúningi, málefnalegri samræðu og með því að taka mið af ólíkum hagsmunum og sjónarmiðum og verðmæta mati. Þessi geta samþykkt það vinsælt skefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum og segir þessu lið lokið.